En ég ætla sem sé að fjalla mjög lauslega 4 mismunandi tilvik sem geta komið svona upp þegar varðar svona grunnvatn og það þá malarnám, borun á einhverju borholu sem getur verið grunn eða djúp. Það nýting á borholu og svo losun mengandi efna í grunnvatn. Það svo sem búið að fjalla þessi megin skref, þessa skimun, mat á umfangi og mat á áhrifum og ég ætla svo sem ekki að vera að endurtaka þetta en aðeins að minna á það sem fram hefur komið að varðandi magnstöðuna að þá sem sagt á framkvæmdastarfsemi ekki að vera til þess að árlegt langtíma meðaltal vatnstöku fari umfram það sem að samsvarar innreynsli inn í grunnvatnsauðlindina eða samsvarar tiltækri grunnvatnsauðlind. Og eins og ég nefndi áðan að þá á vatnstaka heldur ekki að vera það mikil að hún spilli svona verulega innreynsli inn í yfirborðsvatn sem treystir á grunnvatnið né vistkerfum á yfirborði. Og svo eins og ég fjallaði í morgun líka þá einn svona mælikvarði á vatnstökuna innstreymi saltsvatns eða annars eins og það orðað eins og ég nefndi líka í morgun. Og þessi mynd hún sýnir bara til að minna á það að magnsstaðan annarkvort góð eða slök. Og það sama gildir efnafræðilega ástandi, það annarkvort gott eða slæmt. Og það gilda almennt, ég kannski kom ekki orðum nægilega vel að því í morgun, en það gilda almennt mjög strangar reglur losun mengandi efna í grunnvatn. Og samkvæmt reglugerðum varna gegn mengun grunnvatns að þá öll losun mengandi efna í grunnvatn óheimil. Það bara einfaldlega bönnuð. En við vitum það samt að það heilmikið af mengandi efnum sem losað í grunnvatn með einum eða öðrum hætti. En það í öllum tilvikum byggt á sérstökum leyfum, starfsleyfum eða öðrum slíkum leyfum og það gefur okkur líka bara tilefni til þess að fylgjast með alls konar. Og ég bara minna það sem stendur nokkuð neðarlega í þessu. Ég að setja aftur pointerinn á. Að hér sér hugtakið mengandi efni afar víðfeðmt og rík skylda hvílir því á framkvæmdaraðilum að gera grein fyrir losun þeirra í grunnvatnsflot. Og þá við kannski líka svolítið að horfa á það að framkvæmdaraðilar þeir skilgreini sjálfir hvaða efni þeir ætla að fara að losa og hvaða áhrif þessi tilteknu efni sem þeir sjá fyrir sér að fara að losa hafi á umhverfið. Nú ætla ég aðeins að hoppa yfir, ég ætla ekki að koma að þessu eftir, en ætlum við að vera með dæmi malarnám. Þarna erum við með votlendi, vatnsstaðan tiltölulega há og þar lifa einhverjar plöntur í þessu votlendi og þarna líka einhver tjörn sem að treystir á frekar háa grunnvatnsstöðu. Hugsanlega eitthvað lífríki í þessari tjörn. Þegar maður svo byrjar malarnámið eða efnistakan og áhrifin sem að efnistakan hefur verið svo að grunnvatnsborðið lækkar í grennd við sárið sem myndaðist og það hefur það áhrif að tjörnin tæmist og votlendisplönturnar og annað dýralíf hugsanlega sem þarna getur verið fuglar eða hvað sem hefur ekki lengur þann aðgang að þessu grunnvatni sem að það treysti á. Þannig að þetta dæmigerð svona áhrif á lækkandi grunnvatnsstöðu. Áhrif sem að margir kannski átta sig ekki á þegar þeir hugsa eitthvað malarnám sem á ekki að vera mikið mál og halda mig bara moka eða grafa hvar sem Annað dæmi borun og prófanir á borholum og ég tek reyndar þarna saman borun og prófanir vegna þess að þetta svolítið náskilt og svo kem ég að nýtingu á borholum á eftir.
og af því að það eru hérna nokkrir gamlir félagar mínir af Ísor, þá ég ekki viss að þeir fyrirgefi mér að nota landmælingatæki sem hérna svona jarðbor, þannig að ég hérna, og PowerPoint býður ekkert upp á endalausum möguleika, þannig að ég hérna ákvað að finna bíl á tjakki og það kannski örlítið nær því sem að jarðbor raunverulega vegna þess að oft þetta bara bílar sem eru tjakkaðir upp fyrir ofan hólinn og síðan bara borað niður, þannig að vonið fyrirgefi mér þetta, en möguleikarnir eins og segja ekki endalausir. En allavega þá erum við þarna með borhólu sem að nær hérna niður og það búið að fóðra hana, það eru svona fóðurör sem eru sikkurum megin við borhóluna til þess að koma í veg fyrir það að vatn renni inn í hóluna á ákveðnum stöðum. En við borunina sjálfa þá oft verið að nota einhver sápuefni eða ýmis efni sem notuð í borunina og þau geta haft áhrif á grunnvatnasvæðinu og þá auðvitað ber að geta þess í áhrifamati fyrir þessa tilteknu framkvæmd. Það ber hins vegar líka geta þess að þarna verið að fóðra, segjum svo þessi jarðhitahola sem mjög djúp og þá auðvitað ber líka að geta þess að holan þá fóðruðu niður fyrir ferskvatnsleiðslu og hefur þar með ekki áhrif ef allt rétt gert á grunn ferskvatnskerfi. Síðan þegar kemur að prófuninni þá ef við myndum okkar þetta sé bara köld hóla eða bara grunn hóla sem boruð til hérna neysluvatnstöku að þá má segja að það hafi til þess að gera lítil áhrif þó að vatn fari bara, þetta kalda vatn sem þarna nálægt yfirborði, fari svo sem út í umhverfið. En það gildir töluvert annað það ef þetta heitt vatn og við talum jarðhitavatn. Þá getum við verið að valda álagi tímabundnu sem að tengist þá bæði varmamengun og efnamengun frá efnaríku jarðhitavatni. Og eins og ég nefndi bara svona í framhjáhlaupi áðan út af einni spurningu sem kom fram í morgun og þá þetta æskilegt að við reynum að finna leiðir til þess að takmarka losun á heitu jarðhitavatni beint út í umhverfið. Oft jarðhitavatn svona frekar þó að sé efnaríkt, þá það kannski samt bara oft frekar saklaust og þá allt til að geta þess ef líkur á því. En það hægt að beita einhverjum meðlum til þess að kæla það og alls konar svoleiðis. Og þetta hluti af því sem við erum að gera að finna einhverja svona mótvægisaðgerðir gegn því sem við erum að gera. Nú, svo það grunnvatnsnýting og ég tek fram þetta ekki brunahani, þetta mjög vel hannað dæluhús og það sem að þarna gerist þegar við byrjum að dæla vatni upp úr kerfinu að það verður eitthvað niðurdráttur og í þessu tilviki þá sjáum við ef við berum þessa myndir saman að það gætu orðið vandræði fyrir einhvern gróður í nágrenninu að ná í vatn, ekkert endilega og það þetta bara mat hvers og eins svona svona meta það. Og svo það spurning í þessu tilviki hvort að stöðuvatnið eða tjörnin þarna verður fyrir áhrifum eða ekki. Og það eitthvað sem að þarf þá að ræða í áhrifamatinu. Svo þegar kemur að því að gera grein fyrir nýtingunni eða meta áhrif nýtingarinnar að þá skrefin eða niðurstöður prófananna í þessu skrefi mjög mikilvægar vegna þess að þarna fær maður hugmynd hvað gerist eða hvers má vænta þegar kemur að því að nýta holuna. En aftur það í mínum huga þetta tvö svona aðskilin skref, borun og prófun og svo nýting hins vegar. Nú, svo erum við með þarna dæmi losun efna og ég nefndi áðan að það mikilvægt að reyna að gera sér í hugarlund að gera sér grein fyrir hvers konar efni líklegt að viðkomandi aðili þarf að losa og hérna sjáum við að pílurnar það minnka svona örlítið eftir því sem frádregur, það svona til að gefa til kynna að hugsanlega verður þynning á þessari leið frá
frá upptakastaður losunarinnar og lengra út í grunnvatnsfljótið. Og í þessu tilviki getur verið að bæði lífríki landi, plöntur og lífríki í þessu vatni, þessari tjörn verði fyrir einhverjum áhrifum. Og talandi að það skipti máli hvaða efni sjáum fyrir okkur að losa, að þá eru sum efni þess eðlis að þau leysast bara fullkomlega upp í vatninu og geta verið hvar sem í því. Önnur eru þeirra náttúru að leysni þeirra er takmörkuð og þau eru léttari en vatnið og fljóta bara einfaldlega ofan á grunnvatninu eða ná ekki tilstaklega djúpt ofan í það. Og einhver efni eru hins vegar með takmarkaða leysni eru mjög þung og sökkva bara á meira dýpi og þess vegna svo mikilvægt að gera sig grein fyrir því hvaða efni eru að losa til þess að geta átta sig á því hvaða áhrif eru þau líkleg til þess að hafa og hvernig á þá bregðast við ef ástæða til að bregðast við. Þegar að gefin eru út einhver leyfi til losunar á mengandi efnum og þá eru væntanlega í öllum eða allavega flestum tilvikum gera eitthvað krafa einhvern reynsibúna skiljur eða eitthvað áður en vatn er losað út í umhverfið og þá þurfum við að gera grein fyrir þeim líka og það er þá hluti af þeim svona mótvægisaðgerðum sem unnið með. En nú ætla ég að hoppa tilbaka, fara í þessi lista hérna, en það er svo sem búið að nefna þá nokkru sinnum og Eydís var með ágætt yfirlit yfir þetta, var búin að fylla út í þetta allt saman, en eins og ég nefndi á hann þá bara þegar hún skúrar þá var ég að snúast í hringi og þess vegna skrifaði ég ekki neitt í þessa dálka, en sem ekki seldilega, en það er búið að fara í gegnum það að þessar upplýsingar fáum við úr vatnaversjóni og eru bara mjög aðgengilegar og þægilegar þar, en þetta er bara spurning að haka í bóksið, tekur 10 mínútur að fylla þetta út. Og svo kemur að upplýsingum framkvæmdina og þar eru þetta framkvæmdaaðilinn sem hefur og ráðgjafi hans hefur besta yfirsýn yfir það sem á að fara að gerast. Og við förum bara hratt í gegnum þetta að þá eins og Eydís nefndi áðan er fínt að nýta sér þetta Excel-form til þess að gera grein fyrir einhverjum áhrifum en svo er einmitt tiltekið lýsir nánar í texta. Og aðeins liðaskreifi, ég veit ekki hvort ég tók hann eiginlega skipt fram, en þetta er bara einn af þessum flipum í þessu frábæra Excel-skjali sem er hérna á vatn.is og merktur sérstaklega grunnvatn og svo er einn fyrir árásarvatn og einn fyrir annars konar vatn og svo videre. Og svo álagsþættir í vatnsflotinu og ég nefndi það í morgun að það eru nokkrir álagsþættir tilgreindir fyrir nokkur eða einhver vatnsflot og grunnvatnsflot í vatnaversjóni en það er alls ekki tæmandi listi og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur, svo ég ítrykki það sem ég sagði í morgun, að fá frekari greiningu á álaginu inn í þetta áhrifamat. Og svo verða boraðar borholur í tengslu við framkvæmdina. Hérna getum við sagt í tilvikinu þegar var losun mengandi efna og ykkur malarnámið að þar á þetta bara einfaldlega ekki við og það má ég líka segja það kannski dæmið nýtinguna vegna þess að þar er búið að bora þá holu sem á að bora. Og svo er nýtt á grunnvatn, hver áætluð vatnstaka og þetta á auðvitað við bæði borun og prófun og vatnsnýtinguna en þetta á ekki við malarnámið og heldur ekki við dæmið losunina í grunnvatnið. Og er fyrirhugaður niðurdæling í grunnvatnsflotið. Hérna gæti þetta átt við borunina en ekki neitt annan þátt og ástæðan fyrir því að þetta myndi eiga við borunina er svo að það er oft verið að dæla niður sápuefnum eða bara vatni til þess að kæla borkrónuna og annað þess háttar. Og svo er spurt, það er beðið að gera grein fyrir nálægum neysluvatnssvæðum og það er auðvitað bara breytilegt frá einu svæði til annars.
og svo verndu og viðkvæm svæði og það kom fram hérna áðan að upplýsingar þau að nálgast á vatn.is. Svo það hérna aðra framkvæmdir starfsemi sem geta valdið samlegðaráhrifum og það þetta hérna geta verið alls konar, getur verið önnur vatnstaka í grenndinni eða hugsanlega er fyrirhugað að opna aðra námu í grennd við hinna fyrri eða eitthvað þess og þá þetta gott að gera grein fyrir því þarna. Og svo eru hérna upplýsingar magnstöðu ástand og þetta áraunverulega bara við þetta á við malartækjuna og hérna vatnsnýtinguna. Það hæpið að þetta eigi við prófunina og borunina á borholunni og þetta á ekki við hérna losunina dæmið losunina í grunnvatn. Svo efnafræðilegt ástand. Það á ekki við malarnámið og það á í sjálfu sér ekki við nýtinguna nema þó með þeim fyrirvara að hluti af magnstöðunni byggir á mati á því hvort að saltvatnið eitthvað annað finni sér leið inn í grunnvatnsgeymin. En að öðru leyti þá á mat á umfangi eða mat á efnafræðilegum þáttum ekki við þar sem á þó sannarlega við hérna losunina í grunnvatnið og líklega borunina líka, ekki líklega, bara á við þar. Og svo er hérna bara beðið mat á áhrifum og ég ætla sjálfur sér ekkert að lesa þetta yfir en bara, skýrir sig kannski sjálft við hvert og eitt verkefni. Og ég lofaði ykkur í morgun að ég myndi enda á sömu glæru og ég var eiginlega byrjaður á þessari hér, þannig að það er best að standa við það. Og þar sagði ég að til þess að leggja mat á áhrif framkvæmda eða starfsemi er gagnlegt að hafa til hliðsjónar þetta þrennt ásamt við fjölmörgu öðru. Það er þessi aðferðafræði við mat á efnafræðilegu ástandi, viðmið hámarksupptöku grunnvatns og svo álag á grunnvatnsflot og ekkert af þessu er eiginlega tilbúið en verður það fljótlega en það er samt sem áður hægt að útbúa eða gera mat á áhrifum framkvæmda og starfsemi þrátt fyrir þetta sé ekki til. Það styttist í þetta tvennt sem er hérna efst en mat á álagi og grunnvatnsflot verður líklega ekki til svona fyrir að líða vel á árið. Ekki sammála því með það. Það er bara búin með þetta dæmi.